Við ætlum að halda áfram að skoða hérna hvernig við getum sett þetta upp og við ætlum að skoða JSX templateinn en við ætlum líka að skoða kannski bara routingið í hérna Hono. Við erum sett með þetta hérna sem að sækir einhver to-dos og birtir þau. En núna ætlum við að segja, við ætlum ekki að vera eitthvað að vinna með þetta hér. Við ætlum bara að sækja þennan to-do list okkar úr gagnagrunnum í gegnum fall sem á að vera skilgreint hérna í þessari db.ts skrá sem að muni þá sækja þetta í gagnagrunnin og skila ykkur gögnunum. Síðan ætlum við að taka gögnin, senda þau yfir í template sem birtir síðan templateið. Þá sjáum við munin hérna að TS, það þýðir það er ekkert JSX í þessu. Af því að TSX endingin gefur til kynna að þetta er skrá sem inniheldur JSX templateu og þarf þá að transpæla með tilliti til þess og síðan aftur transpæla með tilliti til TypeScript. Ok, þannig við ætlum að fjarlægja allt þetta hérna og við ætlum bara að segja const to-dos jafnt og hoppum bara að gera þetta svona og list to-dos hérna. Þá sjáum við að list to-dos skilar okkur promise af to-do array eða null. Og þá er hérna skjölun á þessu segir get all to-do items from the database. Returns all to-do items or null on error. Þannig alltaf þegar við köllum í gagnagrunnin geta komið upp ykkur villir. Við gátum ekki fengið samband við gagnagrunnin út af því að það er eitthvað bilan hjá okkur eða bilan í gagnagrunnum. Þannig að við þurfum að hugsa bilanir eða villur. Og við ætlum að representa það bara með null-gildinu en við ætlum að representa gögnin sem við fáum sem array of to-do. Ok, þannig þá getur ég sagt bara hérna list to-dos, ég get bara sagt hérna list to-dos, kvöldum í það, add import, það er komið hérna, þá segir hún hérna, þetta er promise of to-do, ok, þannig við þurfum að gera eitthvað aðeins meira, hvað er það hér sem við þurfum? Await, og svo núna sjáum við meira, og hvað dettur ykkur í hug að sé rauðu squiggly línunar gefið til kynna að við séum að gera vitlaust áður en við kíkjum á það nákvæmlega hvað það er. Gæti verið null. Þannig þá fáum við hérna við erum að biðja to-do eða undefined, ekki null. Þannig þá erum við búin að segja í hönnuninni á forritun okkar að við erum að segja null representar villu. Og þá erum við að segja hérna við viljum ekki taka við villunni inn í templateið okkar sem á að birta bara gögnin. En þá þurfum við að gera eitthvað hérna sem segir þá if not to-dos og þá veitum við ef að þetta hérna er falsy, það er að segja to-dos, þá er þessi segð sun og hún er sun þá því aðeins að to-dos er null. Þá ætlum við bara að segja hérna return c.text til þess að byrja með villa. Þá returnum við hér sem þýðir að ef við komumst hingað í þessa línu þá er to-dos ekki null. Við erum búin að type narrowa okkur. Þegar við komum hérna inn þá er to-do annarkvort fylki af to-dos eða null. Þegar við komum hingað þá er to-do bara fylki af to-do. Og TypeScript compilerinn og það sem hann er að keyra hérna bak við tjöldin og gefa okkur þessar villur ef við gerum eitthvað. Hann er með svona type inference. Hann inferar, hann sér þetta, já, ok, það er búið að gera þetta. Það þýðir að í framhaldinu er þetta ekki null. Við þurfum þess vegna ekki að fara í eitthvað svona krókaleiði til þess. Og það eru alls konar svona leiðir til þess að vinna með TypeScript sem gera það verkum að við getum búið til svona mjög type-safe forrit. Ok, vill A. Þannig við ætlum að gera þetta. Við ætlum að keyra aftur upp þjónun okkar þess að geta séð þá eitthvað og núna ef að ég keyri þá fæ ég villu og það er svo sem ekkert sem að ég get tekið afstöðu til, hún bara kemur upp villa hérna, það er bara hvað er í gangi? Þá get ég sagt hérna console error til dæmis villa við að sækja to-dos. Þá get ég sagt bara to-dos hérna. Þá get ég skrifa þetta út í terminalið
Nú reloada ég, þá kemur hérna vill að við að sækja to do's undefined. Þannig að þá veit ég hvað þetta var. Undefined er falsi, sem því að undefined fer með okkur hingað. En við ætlum samt ekki að vera með undefined og þá komum við aftur, nú er þetta svolítið, lendum við smá plássvandræðum hérna. Og þá sjáum við í raun þessar villur sem eru til staðar hérna í, gengur mjög illa að ná að grípa þær eitthvað, oh my god, þetta er alveg leiðilegasti leikur sem ég farið í, svona, og þá er það hérna að það er villa hérna sem segir a function whose declared type is neither undefined, void nor any must return a value, og við erum ekki að returna neinu value hérna, þannig að þá getum við bara byrjaði strax að segja return null, bara til að uppfylla þetta, ok, frábært, við erum núna ekki lengur með villu hér, og við getum séð svo sem sama hér, og við erum bara að segja allt núna þegar við byrjum er bara með villum, það er allt bara að skila null. Þá sjáum við líka hérna, ég get farið í problems og þá er hérna, já, það var ein í viðbót hérna, return false hér, ok. Þannig að nú eru ekki neinar villur í neinu og ég get þá í raun vistað, ég get farið hérna og kert aftur, þá sjáum við hérna vill að við að sækja to do's null. Þannig að nú erum við virkilega að fá það sem var hérna. Þetta á að koma upp þá því aðeins að to do's er null. Nú erum við ekki búin að tengja á í gagnagrunninn, þannig að við ætlum aðeins að stytta okkur leið hérna og segja bara, við ætlum að mokka. Það er eitthvað sem við gerum stundum þegar við erum að vinna með eitthvað svona utanaðkomandi gagnagrunn eða einhverja vefþjónustu sem við þurfum gögn frá. Við erum ekki endilega búin að búa til þá virkni, þannig að við ætlum að mokka hana tímabundið, bara til að fá okkur gögn sem getur farið að vinna í viðmótinu, ekki í gagnatengingunni. Þannig ég ætla bara að mokka hérna nokkuð to do's, þá ætla ég bara að segja að þetta á að vera to do array og ég ætla að segja hérna array, það er bara title, verkefni 1, já, komma, verkefni 2, verkefni 3. Hvarta, finnist, já, ég er ekki búin að laga to do típuna mína hérna, ég ætla að hafa hana svona og return to do's, ok, þá verður þessi hérna kóði unreachable, hann er bara dauður og það er alltaf í lagi, við erum bara sættum okkur við það. Nú kerum við hérna, hérna segi ég, þá fáum við bara halla hún og heimur, ég fekk 3 verkefni. Það passa við það sem við vorum að skila hérna, þannig að nú getum við farið hérna inn í JSX templateuna og við getum farið að skoða, ok, nú vil ég einhvern veginn fara að byrta eitthvað meira hér. Ég get byrt hérna form, method post, action, add, við ætlum að gera það á eftir, ég ætla bara að bæta þið við hérna til að byrja með, input type text, name, title, nei, ekki svona, og núna þegar við skrifum JSX templateur, þá verða þær að vera rétt XML. Þannig að hún verður að vera með closing tag. Þannig að þá setjum við hérna svona self-closing á inputið okkar. Svo ætlum við að segja button, bæta við. Þetta var bara ég að vera sníkið að bæta þessu við hérna. Þannig að eina sem við fáum núna er bara svona form sem við ætlum aðeins að vinna með eftir. En svo fengum við þessi verkefni. Nú ætla ég núna að segja hérna. Hérna ætla ég að búa til nýjan komponent sem ætlar að birta verkefnalistan. Birta öll af þessum verkefni sem ég er að senda inn. Þá ætla ég að gera hérna to do list og hann ætlar að vera með to do's, ætlar að henda áfram to do-unum. Svona. Þannig hérna ætla ég að búa til nýtt, sjáu þetta er svo ég sé að búa til ný HTML element. Það er það sem að JSX byggir í raun á, er að blanda saman HTML og JavaScript í svona einhvern graut sem að kúpla saman JavaScriptinu og HTML-inu. Það er meira sem gerist í React. Hérna erum við að nota þess að búa til svona templating-mál. Þannig að núna vantar mig að búa til þetta hérna. Hún segir bara að to-do list er ekki til. Þetta er ekkert sem ég veit hvað er. Þannig að þá fer ég hérna og ég bý til nýtt to-do list.tsx verður að vera x, af því við erum að fara að nota JSX í þessu. Og þá segir við hérna, getum við hermt eftir þessu hérna. Við ætlum að segja
import type fc, þannig að þetta til þess að við fáum réttar típur þegar við erum að nota þetta to-do page. Þannig að það oft það sem maður þarf að gera í TypeScript, þegar maður þarf að vera með réttar típur svo að TypeScript virkir rétt. Þá ætla að segja export const to-do list fc sem þetta sem við vorum að segja hérna, functional component, svo kemur bracket, props sem þá propin sem við ætlum að vinna með, jafnt og þetta hérna anonymous function, hún skilar einhverju hérna, hún skilar return hello frá to-do list. Props verður að vera til sem típa, við gerum type props og hún bara tóm til að byrja með. Núna þetta raun réttur JSX component sem getur tekið við einhverjum gögnum og skila frá sér einhverju HTML-i. Tvípunktur þetta hérna í raun típuskilgreiningin. Típuskilgreiningin hérna að segja notaðu fc frá Hono innan þess að hérna brackets. Hvað haldið þetta sé miðað við Java? Hvað haldið að við sem að nota núna? Þetta mjög almennt skilgreining á einhverju. Þetta generic. Þannig að þetta generic típa sem tekur inn instans af einhverju meira konkrét. Og meira konkrét hérna eru akkurat proppin sem að ég vil að þetta hérna komponent taki við. Enda sjáum við hérna að það villa hér núna. Hún getur ekki fundið þetta, þannig að nú ætlum við að importa þessu. Svo kemur önnur villa og þá segir hún to-dos is not assignable to type intrinsic attributes. Þá það í raun það sem að verið að skilgreina hérna. Við erum að segja, ég tek ekki við neinu proppi. Og þetta að segja, tekur ekki við neinu proppi en þú ert að senda eitthvað propp. Það eitthvað að. Þetta build, þú ert að laga eitthvað. Þú getur lagað það, ég hendi þessu. Þá þetta komið, þá getum við vistað. Þá fáum við hérna, hello frá to-do list, sem bara sem að senda hérna. En við viljum í raun fá to-do-ina þegar við viljum að ídra í gegnum þau og birta þau. Þá getum við sagt bara saman verið með hérna to-dos, to-do, náum í típuna. Þá þetta komið. Þannig að við erum bara að segja, já, ég tek við þessu. Þannig að þá erum við búin að uppfylla típupartinn og sama. Þá get ég núna sagt hérna to-dos, af því að þau eru síðan skilgreind hérna. En ef ég segi núna x, þá segir við bara eitthvað x ekki til í props. En ég get líka sagt hérna title, á að vera strengur. Og þá sjáum við aftur hérna, það ekkert spurningamerki sem því að ég verð að senda streng. Og þá get ég sagt hérna title og þá get ég stækkað þetta og sagt section h2 title hello section vista formata. Þá kvartar hann hérna, heyrðu, þú ert að senda to-dos, flott, en þeir vantar title. Þá þetta bara nákvæmlega saman við sáum á hann. TypeScript að passa upp á að við séum að uppfylla alla típuna sem við erum að segja að eigi að vera uppfylltar. Þannig ég segi hérna title, listin, save, reloada, þá fæ ég hérna listin. Ok, frábært. Og segjum svo að núna verið með to-do listan og ég með öll to-do'um mín, en ég vil vera með annan sem segir allur listin, bara kláruð verkefni, bara ókláruð verkefni. Hvað að gerast hér? Filter. Já, eða þú veist, það það sem að gerist, en hvað erum við að gera hér með því að búa til þetta og senda. Hvað mun gerast þegar ég núna reloada hérna á framöndanum? Það 4 sem þetta saman. Fáum 3. Allur listin, hello frá to-do list, Þannig núna erum við búin að búa til komponent sem við getum endurnýtt,
deklaratíft eins og HTML er. Ég er bara að segja, ég vil fá to-do lista með þessum attribútum sem eru props, við kallum það í JSX, sem eru með mismunandi gögnum. Og þá getur ég sagt hérna, ok, nú ætlum ég að filtera to-doin mín, þannig að þau séu svona, og þá getur ég fara að gera eitthvað hérna eins og const finished, jafnt og to-dos where, nei, filter, sorry, ég er að hugsa annað núna, þá fáum við hérna bara punktur, sjáðu núna, nú veit ég punktur, hún veit að það eru tveir möguleikar í boði. Út af því að to-dos er fylki af to-do. Það er eitthvað sem ég er búinn að segja. Það er eitthvað sem bara gildir. Og ef þetta er fylki af to-dos, þá er stakið sem við erum að filtra á, það getur eingöngu verið með title, og það á alltaf að vera með title, og það getur hugsanlega verið með finished. Og þá ætla ég að segja að þau sem eru finished eru í raun finished, nei, ekki svona, finished, jafnt og true. Og svo ætla ég að segja unfinished eru finished ekki jafnt og true. Og þá get ég bara einfalda þetta, ég get einfalda þetta bara niður í þetta eru bara finished og þetta eru bara ekki finished. Og þá get ég tekið þessi hérna finished og henda þeim hingað, unfinished, henda þeim hingað og gert rétt. Svo get ég farið hérna, ok, engin munur þegar ég er ekki að gera neitt við þetta. Þá get ég sagt hérna, núna komum við að þessu, nú ætla ég að fara að ídra í gegnum þetta. Þannig nú ætla ég að taka fylki af einhverju og ídra í gegnum það. Og það er í raun ein aðferð sem er eiginlega yfirleitt notuð í svona JSX templateum og það er map sem við sáum aðeins hérna fyrir 2 vikum. Þannig þá getur ég sagt hérna to-dos, ok, og núna er to-dos geti verið undefined, þannig ég ætla að segja spurningamerki, punktur, map, já ég ætti eftir að líka, nú þurfa aftur að stækka hérna, ok, to-dos, map, og þá gerist það sama, ég fæ fylki, map, fyrir gegnum hvert einasta stak, varpar því úr fylkinu sem við erum að nota yfir eitthvað nýtt fylki. Nýja fylkið ætlar að vera bara eitthvað sem ég ætla að birta. Þannig að þá segir ég bara og svo get ég sagt bara sví opnast, til dæmis li og ég ætla að segja punktur title. Ég ætla að setja utan um þetta ul og ul hérna. Ok, núna reloada ég. Allur listinn, verkefni 1, 2 og 3, þau eru öll ókláruð. Bara kláruð verkefni, það var ekkert klárað verkefni, þannig að það er ekki neitt hérna. Bara ókláruð verkefni 1, 2, 3, ok? Ekkert svakalega spennandi, þannig að förum og klárum eitt verkefni hérna. Finished true, vistum þetta. Núna fæ ég hérna, allur listinn, bara kláruð verkefni 1, bara ókláruð verkefni 2 og 3. Þannig ég er búinn að búa til eitt komponent sem að rendera fyrir mig mismunandi gögn en alltaf á sama máta. Þannig ég get endurnýtt þessa komponenta. Þannig að ég get bara leikið mig með þetta hérna og þá get ég bara verið með hinn fullkomna to-do lista inn í þessum komponent. Og ég sem eitthvað to-do page eða hvað sem er að nota, ég bara sendi title og to-do iteminn, þau bara renderast. Þannig að þannig get ég brotið viðmótið mitt upp í einingar. Og í forritun er fátt betra en að geta brotið flækjustigið upp og encapsulata það í einhverju öðru. Ok, en svo getum við líka haldið áfram hérna og sagt, núna er þetta hérna to-do listinn og ég vill í raun hérna vill ég ekki vera komið með eitthvað svona return og þetta er svona orðið svolítið vel nesta hjá mér. Hérna vill ég bara, nei, úps, svona á þetta vera. Hérna vill ég bara birta to-do item. Þá get ég bara búið til enn annan komponent. Svo að item er og
svona. Þá get ég bara aftur farið hér, new file, to do item tsx. Þá get ég aftur tekið eitthvað svona grunn hérna, to do item props, og þá fæ ég bara to do. Ég hef alltaf að fá to do og það var ekki að vera fylki, það var bara að vera eitt stakt. Það er bara eitt to do hérna og við ætlum að segja return li to do.title. Ok, importum hér, vistum, item, það var to do sem ég kallaði það, svona, og nú passar TypeScript upp á allt hangi saman, allt satt með við típuna sem ég búinn að skilgreina. Nú getur farið hérna, breytist ekki neitt, en ég búinn að skipta þessu upp í fleiri komponenta. Þetta einn partur af verkefninu, við erum að búa til og við erum komin núna með 3 komponenta. Svo getur 4. komponentin geti verið þetta form hérna og 5. komponentin geti verið villusíða. Þannig að þið getur sett það upp. En ég ætla núna að taka þetta hérna því að við ætlum ekki að fara alveg í hvað að gerast þegar við vistum hlutin, en ég ætla samt að sýna ykkur bara til að geta sýnt ykkur hvernig Hono tekur við postið. Þannig ég ætla núna aðeins að pása og svo ætlum við að skoða núna hvað gerist þegar við postum einhverju þarna og svo hvernig við gætum síðan tengta við einhvern gagnagrunn. Það er að segja, setja þarna gagnagrunnstenginguna inn í myndina.